fylkinni, veit ei hvert skal haldið, í leita hamingjunni. Grjót sem veltur fram, get aldrei staðið kyrr. Þegar þú verður bitur, vill gera betur, þarf að breyta til. Hendi mér upp á veginn, svo syng ég þína skál. Tómar hendur, tómir vasar, en í hjarta mínu brennur bál. Óta mér villingur, allt frá því 93. Og mér skortir allt viss, vel það breytist nú. Því ég ætla að fara í vestrið vilt, þar sem illt og spillt besta fólkið. Og þó ég geri mjög gott mót, fari fót fyrir fót, ég aldrei hólpinn. Ég ætla að fara í vestrið vilt, þar sem illt og trillt kaup og skipti. Ég segi já, ekkert mál, að veiðileik minna sál. Svo bara að taka sénsinn. Ég inn á ferðinni, ekki komin langt á veg. Ég klamra á gítarinn með leðurstígvélin og slóð í sandinn dreif. Klæddur fyrir hlutverkið, vona að þið hrifist með. Tók mig 30 ár að átta mig á að vera bara ég. Ætla að fara í vestrið vilt, þar sem illt og spillt besta fólkið. Og þó ég geri mjög gott mót, fari fót fyrir fót, ég aldrei hólpinn. Ætla að fara í vestrið vilt, þar sem illt og trillt kaup og skipti. Ég segi já, ekkert mál, að veiðileik minna sál. Svo bara að taka sénsinn. Ég bara að taka sénsinn. Velkomin í vestrið vilt. Velkomin í vestrið vilt. Velkomin í vestrið vilt. Þú farið séns til að hamra jörnið. Þarna það tækifæri. Því ég ætla að fara í vestrið vilt, þar sem illt og spillt besta fólkið. Og þó ég geri mjög gott mót, fari fót fyrir fót, ég aldrei hólpinn. Ætla að fara í vestrið vilt, þar sem illt og trillt kaup og skipti. Ég segi já, ekkert mál, að veiðileik minna sál. Svo bara að taka sénsinn. Ég bara að taka sénsinn. Velkomin í vestrið vilt. Sína mitt besta. Já. Já, ég upptekinn í dag á morgun. Hvað sér ég, hvort að beint fyrir ofan hjólið sín til norðan brakkan. Hún bara svona 30-40 meter frá kynningunum. Já. Hún búin að vera því nokkuð dag. Já. Hello, Jimmy. Herri. Já, allt fína. Sendur mér skilabókinn í ykkur. Góð dag. Þetta var nýtt að þess.
Áætlunin góð, það skal framkvæmlega Forseti Íslands, herra Guðni T. Jónsson, settur land. Að sitja með okkur hér við setningu búnaðarþings sem mjög ánægilegt að því að landbúnaður skiptir máli á Íslandi og kannski í upphafi að þá hefur við verið í svona sameiningafasa íslenskra bænda undir einu merki Bændasamtaka Íslands og störfum síðan í 11 deildum innan bændasamtakana. Í upphafi þegar ég tók við 2020 þá tókum við stöðunni þannig að fjárhagslega voru bændasamtökin bara í talsverðum vanda fjárhagslega. Við höfum svolítið breytt kerfinu og fengið skilning allavega bænda það að það sé nauðsynlegt að reka bændasamtök á Íslandi til þess að gæta hagsmuna bænda og þá kannski helst í hinu eilífu baráttu við bæði markað og ríkisvald sem að hefur held ég að mínu viti gengið afskaplega farsællega en auðvitað tökumst við á alls konar mál en öllu jöfnu svona eru bændur svona nokkuð samstíga það hvert við erum að fara. Ég held að við stöndum frammi fyrir miklum áskorunum í landbúnaði og það ekki bara hér heima á Íslandi sem að við gerum það, heldur þetta víðsvegar heiminn, þar sem að bændur hafa farið bara á dráttarvélum í sínar höfuðborgir. Ég tel að samtakamáttur bænda á Íslandi ásamt starfsfólki bændasamtakana þegar við náðum að stöðva þetta ágæta Úkraínufrumvarp 22 framlengingu á því að ef að það hefði gengið eftir að við héldum áfram og heftum innflutningi á tollfrjálsum varningi frá Úkraínu þá væru væntanlega dráttarvélar á Austurvelli í núinu, tel ég. Þannig að ég held að við þurfum svolítið að horfast í augu við það að starfsumhverfið á Íslandi í landbúnaði ansi brothætt. Þetta markaðurinn dálítið svona heimakær. Við erum að fæða svona cirka 430.000 munna á hverjum einasta degi af frábærum vörum sem eru framleiddar víðsvegar landið. Nú, það ekki bara í fæðuöryggislegu tilliti sem að nauðsynlegt að horfa til landbúnaðarins. Ég hlustaði nú á núverandi fjármálaráðherra reyndar með ræðu það að heimurinn væri ansi fallvaltur á stríðstímum og ég var verulega hugsið þegar ég fór heim eftir þá ræðu og var að velta fyrir mér hvort við þyrftum að fara að huga því að
fara að skrá hvað við eigum að birgðum í landinu, svo við vitum hvað við getum borðað á morgun og hinn og hugsanlega í heilt ár ef við fengjum ekki sendan mat. Margir segja að við ættum þá bara að fara að borða meiri fisk, við fáum víst fisk í hádeginu þannig að við þurfum að fara að æfa okkur í því. En enn og aftur þá held ég að þetta sé gríðarlega mikilvægt að við fáum samtalið og samstarfið það hvernig við tryggjum fæðuöryggi á Íslandi. Það sem við höfum kannski líka verið að horfa til þróun á eignarhaldi á landi, þar sem að samkeppnin land orðið ansi hart og verðmæti bújarða vaxandi og þá velti maður svolítið fyrir sér hvernig við sjáum það fyrir okkur til framtíðar þar sem að fjármagn kostar orðið bunch of money eins og eitt skjáldi sagði og svo velti maður líka fyrir sér í raun og veru á grundvelli rekstrartalna í landbúnaði hvernig menn standa að því að greiða upp þá fjármuni sem að þar setja í fasteignakaupin og við höfum svolítið verið að svona kalla eftir því hvernig við nálgumst fjármögnun á rekstri bújarða á Íslandi. Þetta framtíðarverkefni, þetta eru mínar hugrenningar svona þar sem að ég nú að láta störfum á morgun sem formaður Bændasamtakanna í 4 ár. Þá vil ég nú sérstaklega þakka undanfarin 4 ár í mínum formastóli ekki síður samstarfið ráðuneyti matvæla eða landbúnaðar eins og ég vil nú helst kalla það því að mér finnst vanta landbúnaðarráðuneyti á Íslandi. Ég þreytist ekkert á að tala landbúnaðarráðuneytið en ekki matvælaráðuneytið. En auðvitað erum við að framleiða mat en við erum að framleiða fullt af öðru líka í landbúnaði. Ég vil líka þakka þeim sem að hafa setið með mér í stjórn undanfarin 4 ár sem hefur verið mjög gefandi og skemmtilegt. Ekki síður okkar frábæra starfsfólki sem á stundum verður fyrir orðræðu það að það séu ykkur blýantsnagarar sem að sitja í borgartúninu og ekki að gera neitt og hafa ekki hundsvit á landbúnaði. En það langur vegur frá að þau séu að naga blýanta því að það er pappírslaust umhverfi. Þannig að nart í skjái eða eitthvað, ég veit ekkert það. En þau eru vakin og sofandi 24 tíma á dag, alla daga ársins hag íslensk landbúnaðar alltaf og það númer 1, 2 og 3 og fyrir það vil ég þakka sérstaklega. Að þessu sögðu segi ég þetta ágæta búnaðarþing sett og hingað fyrstur í ræðustól á eftir mér forseti Íslands. Við eigum það sameiginlegt ég og Guðni að við erum að hætta báðir þannig að við þurfum að fara að finna okkur eitthvað annað að gera. En forseti Íslands, Guðni, gjör svo vel. Forsætisráðherra og aðrir ráðherrar, alþingismenn, formaður og forystusveit Bændasamtaka Íslands, bændur og búalið. Mér það heiður að vera boðið á búnaðarþing. Ykkur bíða strangir fundir hér, brýnt verður í stöðu íslensks landbúnaðar hér og nú og litið öxl og reynt að læra af fenginni reynslu. Svo verður einnig horft fram á veg og vonandi björtum augum. Ekki ástæða til þess? Kannski ekki. Ég nefni sem dæmi. Frá því að ég tók við embætti forseta Íslands hefur það gerst að búskap á Keldum, á Rangárvöllum var hætt 1000 árum eftir að land var brotið til ræktunar þar. Búið var einnig brugðið í Skálholti. Þar höfðu kýr baulað frá landnámi. Bændahöllin var seld
ekkert af þessu var samt mér að kenna. Og það leiðir hugan að því, sjáðu til, þegar ég var í háskólanum að kenna sagnfræði, þá fórum við gjarnan yfir orsakasamhengi, orsök og afleiðingu. Og ég tók til dæmis það dæmi að með aukinni notkun gaddavírs til sveita hefði berklatilfellum snar fækkað. Orsök og afleiðing, við þurfum að átta okkur á hvernig þetta fer saman og ekki, ef svo ber undir. En svo sannarlega sjást blikur á lofti og ég gæti haldið áfram. Ég las nýlega samantekt Byggðastofnunar þar sem kom fram að ríflega þriðjungur sauðfjárbænda með yfir 300 fjár væri komin á sjötugsaldur og margir myndu eflaust láta gott heita á næstu árum. Í síðasta mánuði birtist einnig rannsókn líðan bænda og þótt að sé erfitt að draga víðtækar ályktanir af þeirri rannsókn, þá kom þar fram, eða mátti lesa þannig í rannsóknina að bændur þjáist margir af streitu og stressi og vinnu of mikið, ber of lítið úr bítum. Þannig að, kæru áheyrendur, vel má vera að sumum þykir sem lífið til sveita hafi verið betra hér áður fyrr í gamla daga. Og það ekkert að því að halda í góðar minningar, hampa því sem vel var gert og halda í það einmitt sem vel gekk og mun áframganga vel. En aftur á móti getur fátt hamlað framförum eins mikið og rangsnúin fortíðar þrá, nostalgía, minningum hið liðna sem byggir meira á óskhyggju en raunsæi. Minning þar sem valið og hafnað úr sjóði fortíðar. Þannig eftirsjá hamlar frekar en hjálpar. Þannig eftirsjá þurfum við ekki. En að samaskapi dregur það auðvitað kraft úr fólki að einblína aðeins á vandamálin. Einhverjir hér kunna kannski húsgangin gamla: böl búskapur, hryggð hjúskapur, aumt einlífi og að öllu nokkuð. Ég veit líka menn sem eru bara þannig að þeim líður best þegar þeir eru í vondu skapi. En það gildir ekki ykkur, bændur góður. Nei, við skulum ekki loka augunum fyrir því sem gera má betur, en leifum okkur samt líka að fyllast bjartsýni og kappi, ákveðin í að sýna sjálfum okkur og öðrum hvað í okkur býr. En þá þarf nefnilega samfélagið allt og stjórnskipulagið að vera þannig að við fáum öll tækifæri til þess. Að krafturinn sem býr í hverjum einum geti nýst okkur öllum til heilla. Nú þið hér að búnaðarþingi vitið auðvitað miklu betur en ég hvernig við þurfum þá að búa hnútana, hvernig landbúnaður muni blómstra best, hvernig byggðir landsins muni blómstra best. En hitt veit ég að sóknarfærin eru mörg og saman skulum við þá bara sækja fram. Og frekar en bölmóðin sem ég fór með áðan vel ég orð listaskáldsins góða: bóndi bústólpi, bú landstólpi, því skal hann virður vel. Og ég óska ykkur öllum velfarnaðar í þingstörfunum hérna. Og svo þegar þið snúið heim í ykkar sveit. Og leið nota ég tækifærið og þakka samvistir á fyrri þingum. Hér hefur mér alltaf verið vel tekið og þakka fyrir það. Og hvar sem ég hef farið landið í minni forsetatíð hef ég notið góðvildar og hlýju. Og ekki síst á sveitabæjum hér og þar. Ég hef fengið að fylgjast með sauðburði, ég hef farið í útreiðatúr, meira að segja fengið byltu, tekið þátt í göngum og réttum og allt þetta hefur verið mikið ævintýri en lærdómsríkt líka og sérstaklega fyrir borgarbarn eins og mig. Ég man einu sinni, ég var í göngum og þá sagði ég nú svona hálf afsakandi: ég vil nú ekkert vera að þvælast fyrir. En bóndi leit þá á mig og sagði: og það nú einmitt tilgangurinn, minn kæri.
Þannig að ég þvældist fyrir en ég ætla ekkert að draga víðtækari ályktanir af því að það sé til góðs að þvælast fyrir, en allt hefur sín stað og stund. Og þá komið að lokum, en nefnið það líka til sveita, göngur, réttir, sauðburður, útreiðatúrar, og við höfum sungið, það svo gaman að syngja. Og nú þegar ég ávarpa ykkur í síðasta sinn á þessum vettvangi, þótt enginn viti nú reyndar ævina sína fyrir öll þá leyfi ég mér að leggja til og sjáu þið til, ágætu áheyrendur, að það svo við Gunnar finnum til valds og máttar okkar nú þegar við lítum meir öxlin fram á veg, en ef ég legg eitthvað til, þá það ekki neitt sem við diskutörum frekar. Ég legg til að við stöndum öll upp og ég þarf að fá hér góða menn mér við hlið og við skulum syngja saman. Og ég legg til, og þið munið hvað ég sagði tillögur mínar, ég legg til að við syngjum saman Fyrr var oft í koti kátt. Því að munið það sem ég sagði eftirsjá, ljúfar endurminningar, í því lagi, í því kvæði, sungið ljúfar endurminningar. Endurminningar sem ylja manni og efla mann til dáða, ekki eftirsjá og nostalgíu sem fyllir mann sorg og trega. Þannig að við horfum saman, björtum eigum fram á veg og syngjum hátt og snjallt Fyrr var oft í koti kátt. Þakka ykkur kærlega fyrir áheyrnina og gangi ykkur allt til sólar hér á þingi og þegar þið haldið heim á leið í sveitir okkar fallega lands. Þakka ykkur fyrir. Fyrr var oft í koti kátt, krakkar léku saman. Þar var löngum hlegið á, enda mörgu gaman. Út stéttar urðu þar eina skrýtnar sögur, þegar saman safnast var sumarkvöldin fögur. Gefum að sí! Bæsir brugðum okkur þá oft á milli bæja, til að gangast eitthvað á eða til að hlæja. Margt eitt kvöld og margan dag máttum við í næði, æfa saman eitthvert lag eða syngja kvæði. Bænum mínum heima hjá hlíðar brekkur undir, svo margt að minnast á margar glaðar stundir. Því vill hvarfla hugurinn heillar yfir góðir, heim í gamla hópinn minn, heim á fornar slóðir. Bestu þakkir ágætu gestir á Búnaðarþingi. Bara eitt í blálokin, að því við töluðum hér eftirsjá gömlu góðu dagana og framtíðina. Ísland á fleygiferð. Nú stundir búa hér fjöldi manns, 15 eða svo, sem á rætur að rekja utan landsteinanna. Foreldrar fæddir að utan eða fólki sjálft fætt að utan, en kemur hér og aðlagast okkar samfélagi og við hjálpum þeim til þess. Og það svo brýnt að fólk taki þátt, verði með í hvers kyns félagsskap, syngi með, Fyrr var oft í koti kátt, þá þarf að læra lagið og við hjálpumst að við það. Og það dæmi þetta. Útlendingur fluttist hingað til lands, tók virkan þátt í samfélaginu eins og vera ber, söng meðal annars þetta ágæta lag hér. En það var ein línan sem hann flaskaði á. Hann söng alltaf, þar til honum var bent á villu síns vegar,
sumarkvöldin 4. En lágu honum hver sem vill. Honum fannst þetta bara vera svona, komandi til Íslands frá suðrænum slóðum. En njótum sumarkvöldanna 4 og allra hinna. Takk ykkur aftur fyrir. Takk fyrir hlý orð, Guðni. Takk fyrir að taka undir með okkur í þessu ágæta lagi. Það auðheyrt að þingmannakórinn hefur verið að æfa stíft undanfarið, þannig að það voru ekki margar falskar nótur þar. En þá býð ég velkomna í ræðustól settan landbúnaðarráðherra, Katrínu Jakobsdóttur. Gjörðu svo vel, Katrín. Takk Gunnar, forseti Íslands, kæru samráðherrar og þingmenn, kæru búnaðarþingsgestir. Það er mikil ánægja að fá að vera með ykkur hér í dag. Að þessu sinni sem settur landbúnaðarráðherra, ég segi þetta bara fyrir Gunnar, en ég fekk nú að ávarpa ykkur síðast árið 2021 og fjallaði þar aðeins framtíð innlendrar matvælaframleiðslu. Þar sem ég hef viljað sjá okkur setja metnaðarfull markmið til þess að efla innlenda matvælaframleiðslu og stefna því að við verðum í auknum mæli sjálfum okkur nóg í þágu þess að tryggja hér betur bæði fæðuöryggi og matvælaöryggi. En á tímanum sem liðinn frá því að ég ávarpaði ykkur 2021, þá hefur Íslendingum fjölgað þó að það sé aldrei alveg víst hvað við erum mörg, þá má segja að við svona sláum í 400.000. Ferðaþjónustan hefur auðvitað náð vopnum sínum eftir heimsfaraldur. Íslendingum hefur fjölgað eins og ég segi, 20.000 manns, þannig að það hafa aldrei verið fleiri munnar að metta á Íslandi. En á sama tíma hefur framleiðsla á ýmsum tegundum dregist saman. Og þar vil ég sérstaklega nefna kjöt, þar sem framleiðsla á lambakjöti hefur dregist saman 1000 tonn, framleiðsla á nautakjöti og svínakjöti samtals tæp 500 tonn. Á sama tíma hefur innflutningur á nauta, svína og kjúklingakjöti aukist 1800 tonn. Ef við förum í grænmetið, sem nú sérstakt áhugamál mitt, því ég held að þegar við ræðum fæðu og matvælaöryggi þá þurfum við að horfa á alla geira matvælaframleiðslu, þá myndin misjöfn, framleiðsla á sumu hefur aukist, ég nefni gulrætur og kartöflur, dregist saman í öðru. Og þá þurfum við að spyrja okkur hvað orsakar þetta. Því ég held ekki að svari sé það að almenningur vilji ekki innlenda framleiðslu. Það sést nú bara best í minni heimaverslun Melabúðinni þar sem liggur við handalögmálum yfir því hver fær síðasta íslenska rauðkálshausinn. Kannski hefur breytt neysluhegðun áhrif, því samkvæmt könnunum landlæknisembættisins þá neysluhegðun að breytast. Þær kynslóðir sem eru yngri neyta minna af rauðu kjöti en þær sem eru eldri. Og undanfarin 10 ár hefur þessi þróun leitt til þess að almenningur á Íslandi í heild hefur dregið úr sinni neyslu á rauðu kjöti 100 grömm eða 10 hundraðshluta á viku. Kannski snýst þetta aukna samkeppni við innfluttar vörur og vissulega hefur innflutningur aukist mikið og það skiptir máli að við rýnum áhrif sem breytingar á útboði tollkvóta hafa haft og hver ávinningurinn hefur verið. En ein skýring getur einfaldlega verið að aðstæður hafa breyst mjög síðan 2021. Síðustu ár hafa ekki verið auðveld til búskapar og það spilar margt inn í. Þar gætir áhrifa innrásar Rússa í Úkraínu. Innrásin hafði og hefur enn mikil áhrif á hráefna- og matvælamarkaði og mun gera áfram því miður eru engin teikn á lofti að það sé nokkur friður í sjónmáli. Nú innlent efnahagsástand hefur verið erfitt bæði fyrir almenning og atvinnulíf á Íslandi undanfarin ár vegna verðbólgu. Seðlabankinn hækkaði vexti skarpt sem hefur haft mikil áhrif á okkur öll og hefur auðvitað haft mikil áhrif á þá bændur sem skulda mikið. Stjórnvöld hafa komið til móts við þessar aðstæður bænda með sérstökum framlögum upp á rúma 5 milljarða árin 2022 og 2023. Þess sjást merki í opinberum hagtölum greina landbúnaðar að það hafi haft áhrif. Nú verðbólgan tekin að hjaðna
og sá mikli áfangi hefur náðst að langtímasamningar hafa náðst á vinnumarkaði, 4 ára samningar við langstærstan hluta hins almenna vinnumarkaðar. Og þar beittu bæði ríki og sveitarfélög sér fyrir því að unnt yrði að ná saman, því það að skapa hér frið á vinnumarkaði til næstu ára algjört lykilatriði til að unnt sé að efla hér velsæld og skapa efnahagslegan stöðugleika þannig að það skapist forsendur fyrir því að lækka vexti. Og ég hef lagt á það mikla tíð, ekki í tíð minni sem landbúnaðarráðherra, en sem forsætisráðherra, að þegar við ræðum efnahagslegan stöðugleika þurfum við alltaf að ræða félagslegan stöðugleika á sama tíma. Ef við viljum mæla viðnámsþrótt samfélag þá margt sem kemur til. Og viðnámsþróttur samfélags ætti að vera ykkur öllum mjög hugleikinn því hann snýst meðal annars fæðuöryggi og matvælaöryggi. En viðnámsþróttur snýst líkum að við tryggjum frið á vinnumarkaði og heilbrigð samskipti aðila vinnumarkaðar og stjórnvalda, að við tryggjum þetta jafnvægi milli stjórnar efnahagsmála og velsældar og öflugra félagslegra aðgerða. Þannig eflum við viðnámsþrótt samfélagsins alls og það veitir ekki af í heimi þar sem stríð hafa sjaldan verið fleiri, þar sem við sjáum lýðræðið láta undan í heiminum, þar sem lýðræðisríkjum fer fækkandi og þar sem lýðræðið lætur undan í þeim ríkjum sem skilgreina sig sem lýðræðisríki, þá skiptir þessi viðnámsþróttur öllu máli. Hvernig við byggjum okkar samfélag út frá þeim gildum sem við viljum standa vörðum. Styrkleikar Íslands áratugaskeið hafa einmitt verið þessir, að við erum lýðræðisríki, að við erum ríki sem stendur vörð mannréttindi, að við erum ríki sem vill að leikreglum sé fylgt og það skiptir ekki síst máli fyrir lítil ríki í þessum stóra heimi. En okkar styrkleikar hafa líka verið þeir að hér félagslegur hreyfanleiki mikill, að hér tekjujöfnuður mikill og það skiptir miklu máli að viðhalda því. Og þess vegna fagna ég þessum kjarasamningum því ég lít á þá sem mjög mikilvægt innlegg í því að standa nákvæmlega vörð þessa stöðu. En það eru áfram áskoranir og við fylgjumst með fréttum erlendis frá og það standi yfir bændamótmæli frá austri til vesturs og frá norðri til suðurs. Ástæður þessara mótmála eru margslungnar. Þær endurspegla hreyfingu meðal bændastéttarinnar á Vesturlöndum og sú stétt hefur áhyggjur. Áhyggjur af brauðstriti samtímans, áhyggjur af framtíðinni, áhyggjur af framtíð dreifbýlis þar sem æ fleiri safnast saman í þéttbýlinu, áhyggjur af framtíð sveitana þar sem ljósum fækkar á bæjunum, af kröfum markaðarins að gera sífellt meira í sambland við kröfur samfélagsins umbætur á ýmsum sviðum og þær áhyggjur eru líka hér á landi og það ekkert ástæðulausu. Við erum að gangi gegnum gríðarlegar samfélagsbreytingar hvort sem litið til tækniþróunar, loftslagsbreytinga eða annarra þátta. Og við, íslenskt samfélag, höfum á undanförnum árum gengið í gegnum okkar skelf af hamförum, hvort sem það eru snjóflóð, skriðuföll, fárveri, eldsumbrot eða auðvitað heimsfaraldur. Í niðurstöðum ráðuneytisstjórahóps sem rýndi stöðu landbúnaðar í lok síðasta árs kemur fram að afkoma í lykilgreinum landbúnaðar hafi staðið í stað árum saman. Að bændur hafi setið eftir. Að á meðan samið hefur verið kjarabætur, handa þeim sem lægstar hafa tekjurnar, samið hefur verið styttingu vinnuvikunar, þá sitji bændur eftir með langan vinnudag og mikið álag. Og samkvæmt þeirri rannsókn sem forseti okkar vísaði í hér áðan, rannsóknarmiðstöðvar Háskólans á Akureyri, eru streita og þunglyndi algengari meðal bænda en annara. Mér finnst mjög mikilvægt að segja það skýrt hér að þetta fer ekki fram hjá okkur í stjórnmálum á Íslandi, á Alþingi á Íslandi og í matvælaráðuneytinu eða landbúnaðarráðuneytinu fyrirgefðu. Á undanförnum árum hafa stjórnvöld komið til móts við þessa stöðu. Við höfum sett landbúnaðarstefnu, þar eru skýrð þau markmið sem við viljum ná fram og verkefni næstu misseri að finna leiðir til að ná þeim markmiðum. Það þarf að fara ofan í saumana á styrkjakerfinu. Og ég veit það vel að iðulega því ég ræði við bændur þá segja þeir ekki breytingarna vegna, förum varlega. En við hljótum að spyrja okkur hvort við teljum að núverandi stuðningskerfi sé að sinna sínu hlutverki með fullnægjandi hætti þegar þetta staðan. Við verðum að vera reiðubúin að fara ofan í þetta kerfi
og vera reiðubúin að skoða nýjar lausnir og nýjar leiðir. Þegar núgildandi búvörusamningar renna út, þá þurfum við að vera tilbúin, þar að segja árið 2027, og takast á við þær áskoranir sem við sem samfélag stöndum frammi fyrir, þar sem við þurfum einmitt á bændum og matvælaframleiðendum að halda. Og einn stærsta áskorunin að tryggja afkomu bænda, sem í raun og veru mjög mikilvægur hlut af því sem ég nefndi hér áðan að tryggja efnahagslegan og samfélagslegan stöðugleika. Það verður ekkert fæðuöryggi á Íslandi ef afkoma og starfsaðstöður bænda þróast í allt öðrum veruleika en samfélagið í heild að þróast. Það verkefnið, en það auðvitað ekki bara verkefni stjórnvalda, það líka verkefni bænda, afurðastöðva, neytenda, verslana, alls samfélagsins. Ég vil segja það að ég hef mikla trú á almenningi á Íslandi og ég tel að íslenskir neytendur vilji standa með innlendum landbúnaði. Við þurfum hins vegar að auðvelda neytendum að taka upplýstar ákvarðanir. Og þetta segi ég er hér með lesgleraugu af því að ég týndi gleraugunum mínum, þannig að þetta mjög óþægilegt, ég sé lítið. Ef ég fer án þessara út í verslun, þá engin leið fyrir mig að vita hvað ég að kaupa. Það eru engar fánamerkingar þegar ég ætla að kaupa með lambakjöt. Ég get alveg eins verið bara að kaupa þýskt eða nýsjálfens lambakjöt, af því það merkt með smá sæjuletri á einhverjar umbúðir. Það innan um annað. Þegar ég fyrir verslun í Frakklandi, þá veit ég nákvæmlega hvað ég að kaupa. Þar eru fánalitirnir. Þar þessu stilt upp eins og ekkert sé sjálfsagðara, og ef ég vil endilega, sem ég viðurkenna, ég myndi kannski ekki endilega gera, en ef ég vil endilega kaupa þýskan ost í Frakklandi, þá finn ég bara þýska fánan. Hann örugglega á minna áberandi stað en franski fáninn, ég get alveg lofað ykkur því, en það auðvelt að velja. Og ef við treystum því að almenningur á Íslandi vilji standa með innlendri framleiðslu, þá þurfum við líka að hjálpa þeim sama almenningi að velja innlenda framleiðslu. Það erum við ekki að gera núna. Bændasamtökin hafa með stuðningi stjórnvalda látið útbúa einfalda upprunamerkingu, íslensk staðfest. Með notkun á því merki fylgt norrænni fyrirmynd. Mér skilst að hún hafi skilað ykkar kollegum á Norðurlöndum hærra afurðaverði heldur en gengur og gerist innan Evrópusambandsríkja. Samt fáum við neytendur sjaldan að sjá þetta merki. Því borið við að það kostar mikið. Og það finnst mér ekki vera samfærandi rök. Og ég hvet ykkur hér til þess að láta í ykkur heyra varðandi merkingar matvæla, því dæmin sanna erlendis frá að þær geta haft mun meiri áhrif en margs konar annars konar aðgerðir til að mynda af hálfu stjórnvalda í þessum efnum. Ég nefndi hér þær áskoranir sem landbúnaðurinn stendur frammi fyrir eins og aðrir. Og þær að valda bændum áhyggjum. Loftslagsbreytingar valda bændum áhyggjum. Mér langar samt að segja að það svo ótal margt hægt að gera. Og verkefni loftslagsvænn landbúnaður gott dæmi það. Það sem bændur hafa sýnt fram á að það vel hægt og í rauninni fer það vel saman að ná og framleiða mikið af afurðum á sama tíma og kolefnissporið létt. Það ekki þannig, eins og stundum mætti ætla að pólitískri umræðu, að það sé ósamrýmanlegt að ná árangri í framleiðni og stunda græna búskaparhætti. Og ef við stillum okkur rétt af í þessum málum, ég algjörlega sannfærð að þarna felast gríðarleg tækifæri fyrir innlendan landbúnað, með því að segja þá sögu af innlendri framleiðslu að það sé á ferð ekki bara holl og heilnæm fæða, heldur líka fæða sem framleidd í sátt við umhverfið. Ég trúi því að innlendur landbúnaður geti náð miklum árangri á komandi árum, með því að merkja fleira en bara uppruna, en við getum byrjað þar og staðið okkur miklu betur í því. Við hefum möguleika á að geta sagt miklu stærri sögu, með því til að mynda að upplýsa neytendur kolefnisspor vara, þá getum við sagt sögu af landbúnaðinum sem ég held að sé mikilvæg saga nákvæmlega inn í þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. En auðvitað þessi mál umdeild. Og ég var nú vör við það þegar ég fór inn í þetta ráðuneyti og fór skyndilega rigni við mig skilaboðum, kannski frá einhverjum hér inni, reglugerð sjálfbæra landnýtingu. Og við ykkur sem hafi verið að senda með tölvupósta, skilaboð og annað slíkt, og þau eru alveg mörg, þá vil ég segja að ég mun að sjálfsögðu vanda mjög til verki þessu og fara yfir allar þær umsagnir sem hafa borist. Þær munu nýtast mjög vel í framhaldi þessa máls. Við verðum að
átta okkur á því, og því hef ég átt að má í þessu stuttastarfi sem ég hef gegnt þessu embætti, að landnýting á Íslandi í langflestum tilfellum í mjög góðu lagi og bændur sem vörslumenn lands sinna þjóðþrifaverkum í þágu landgræðslu, til að mynda á þjóðlendum, þar sem ég þekki þetta vel til, og á sínum eignarlöndum. En að sjálfsögðu þurfum við að huga því hér erum við að fást við lagaram landgræðslu, að við vinnum þetta áfram með vönduðum hætti og trúum því að við getum áfram gert betur, að við höldum áfram að græða landið, sem skiptir máli til að ná árangri fyrir samfélagi, fyrir komandi kynslóðir og að við stillum af okkar matvælaframleiðslu í samræmi við loftslagsmarkmið. En ég get líka sagt ykkur það á öllum ykkar skilaboðum að það nauðsynlegt að vanda til verka og það munum við gera í framhaldi þessa máls og vega og meta þá valkosti sem eru uppi. Kæru búnaðarþingsfulltrúar, það eru áskoranir, en ég tek undir með forseta lýðveldisins að framtíðin björt. Hér gnótt auðlinda sem þarf til að framleiða mat fyrir fólkið í landinu. Við eigum vatnið, jarðnæðið, orkuna, stóru átakamálin sem eru rædd á fundum þjóðarleiðtoga, það stöndum við vel. En leið þurfum við að svara því skýrt hvernig við ætlum að tryggja fæðuöryggi og hvernig við ætlum að tryggja matvælaöryggi. Þetta hluti af okkar stefnu í þjóðaröryggismálum. Þessi mál hafa ítrekað komið til umræðu í þjóðaröryggisráði. Þar unnið að því, eins og hér kom fram hjá formanni Bændasamtakanna, að setja lágmarksviðmiðum fæðubirgðir og huga að því hvernig best hægt að tryggja öryggi okkar. Og það besta leiðin til þess að tryggja öflugan innlendan landbúnað. Það vakti athygli mína í nýrri skýrslu þar sem borin eru saman stuðningskerfi ólíkra landa og hefur verið birt nú og örugglega þið öll búin að rýna í ykkur til skemmtunar. Að skoða muninn á framleiðslu milli landa og sjá til að mynda hvað Norðurlöndin hafa unnið mikið í því að efla innlenda kornrækt. Og ég heyri líka frá fólki hér á landi, já, kornrækt þetta nú ekki bara einhver vitleysa, við erum hér á Norðurhjara, á eitthvað að vera að prófa þetta. Það eru allar ástæður til þess, þegar við skoðum hvað önnur Norðurlönd að gera og hvað hægt að gera hér, að halda áfram í þessu verkefni. Við eigum að þróa kornrækt áfram á Íslandi, þannig að hlöður verða á haustin fullar af korni. Það algjört lykilatriði til að tryggja fæðuöryggi. Og ég mun í dag undirrita reglugerð fjárfestingarstuðning í kornrækt. Í kjölfari verður auglýst eftir umsóknum og ég tel að það muni marka ákveðin tímamót í þessu verkefni. Við verðum hins vegar átt okkur á því að þegar við ráðumst í nýjungar snýst það ekki að hætta endilega að gera eitthvað annað. Því stundum finnst mér við vera líka þar að segja ef við gerum þetta þá getum við náttúrulega ekki gert hitt. Það ekki þannig. Og við eigum að sjálfsögðu að halda áfram að tryggja öfluga kjöt- og mjólkurframleiðslu og kem ég nú aftur að grænmetinu þar sem við höfum verið að auka við og þar eigum við að gera enn betur. Við þurfum hins vegar að hafa þor til að ræða af hverju stuðningskerfi sem við höfum komið okkur upp skilar ekki bændum betri afkomun raun ber vitni, af hverju við erum ekki að ná þeim árangri sem við viljum ná í að tryggja hér fæðuöryggi. Þetta verkefnið. Ég veit að félagasamtök bænda eru gríðarlega mikilvægur málsvari ykkar í þessu verkefni sem framundan, en þar þurfum við að þora að ræða hvort að allt sem við höfum gert undanfarna áratugi sé endilega rétta leiðin sem hefur ekki skilað okkur nægjanlegum árangri. Og mitt svar við því alveg skýrt, við þurfum að þora að ræða breytingar og við þurfum að hafa skýr markmið það hver markmið þeir eiga að vera. Þau eiga að vera að tryggja betur afkomu bænda og þau eiga að vera að tryggja viðnámsþrótt íslensks samfélags með auknu fæðuöryggi og matvælaöryggi. Ég ætla ekki að tala hér lengur, en þó að ég tala lengur því ég á nokkur atriði eftir. Þannig að ég ætla að vera hér dálítið lengur. En ég vil að lokum þakka fráfarandi formanni Gunnari Þorgeirssyni fyrir afar gott samstarf og óeigingjarnt starf í þágu bænda. Og ég vil líka óska verðandi formanni Trausta Hjálmarsyni til hamingju með kjörið og óska honum góðs gengis í þessu afskaplega mikilvæga starfi. Og það verða stór verkefni framundan alveg eins og þau hafa verið stór á undanförnum árum. Ég óska ykkur velfarnaðar í þingstörfunum og góðs gengis við bústörfin þegar heim kemur, en ætla nú að fá að þakka fyrir mig og fara svo yfir í næsta atriði.
gaman að segja frá því að ég var einu sinni stigavörður í Gettu betur og var það nú upphafa ferli mínum sem svona konu sem veitir verðlaun og viðurkenningar og það geri ég nú gjarnan. Ég gjarnan beðin þetta að fenda verðlaun og viðurkenningar þannig að þegar var auðsótt þegar Gunnar bað mig það og nú komið að því sérst að veita landbúnaðarverðlaunin 2024. Eru öll tilbúin? Já. Landbúnaðarverðlaunin árið 2024 hljóta hjónin á stóru mörk undir Eyjafjöllum í Rangárþingi eystra þau Aðalbjörg Rún Ásgeirsdóttir og Eyvindur Ágústsson. Þau hafa komið að rekstri búsins frá árinu 2010 með foreldrum Aðalbjargar þar til í fyrra en hún 5. ættliður sömu fjölskyldu sem stendur að búrekstri á bænum. Í stóru mörk búið með nautgripi bæði til mjólkur og kjötframleiðslu en einnig með sauðfé og enn fremur þar rekin ferðaþjónusta. Bændurnir hafa verið þátttakendur í loftslagsvænum landbúnaði frá árinu 2020 og unnið að markmiðum sem meðal annars miða því að minnka notkun tilbúins áburðar án þess að skerða magn uppskeru og fóðurgæði, sá niturbindandi plöntum í alla nýrækt á búinu og draga úr olíunotkun. Þar unnið mjög öflugt landgræðslustörf og hlutu þau sem þar búa meðal annars landgræðsluverðlaunin 2021. Þau hafa markvisst unnið að því að bæta ástand illa gróins lands og nú markmið þeirra að endurheimta birkiskóg á Merkurnesi. Samhliða hafa þau náð miklum afurðum á búinu og það afurða hæsta kúabú landsins árið 2023. Fyrir þetta frumkvöðla og framfarastarf í íslensku landbúnaði og ekki síst á sviði loftslagsmála og sýna fram á að aðgerðir í loftslagsmálum geta farið saman við framleiðslu afurða hljóta Aðalbjörg Rún og Eyvindur bændur á stóru mörk landbúnaðarverðlaun 2024. Verðlaunagripurinn sem hér ekki satt eftir Matthías Rúnar Sigurðsson myndhöggvara. Verkið ber heitið Þykk blöðungur og höggvið úr íslensku grágrýti úr Vesturbæ Reykjavíkur. Spennandi, ég hef ekki séð mikið af þessu en ok. Innilega til hamingju Aðalbjörg Rún og Eyvindur, ég ætla að fá ykkur hér upp. Ég var beðin að lyfta þessu ekki, en ég fæ að lyfta þessu. Gjör svo vel. Afsakið, já. Hann með 20 kíló í fanginu. Já. Og maðurinn þarf að losna við steinin. Þú gert þetta aftur. Er þetta ekki komið? Já. Já, ég vil bara þakka fyrir. Ég held að þetta sé langbestu verðlaun sem ég hef nokkuð tíma fengið. En já, dýrmætt. Þegar ég var alveg á með búskap fyrir 14 árum síðan, þá lítum við eiginlega svo á að sem bara að fá verðlaun fyrir þessa hugsjón sem við höfum notað í búskapnum og já, takk. Nú, ég ekki farin. Það verið að fullnýta settan landbúnaðarráðherra og nú komið að formlegri opnun nýrrar vefsíðu loftslagsverndar landbúnaðar. Og ég á hér að opna síðuna formlega, ég veit nú ekki hverjum fannst það góð hugmynd, verandi með mína tækniþekkingu. En síðan ætla Berglind Ósk Alfreðsdóttir verkefnisstjóri að segja ykkur betur frá síðunni. Verkefni loftslagsvænn landbúnaðar hefur starfrækt í 4 ár og samstarfsverkefni með ráðgjafarmiðstöðvar landbúnaðarins, lands- og skógar, matvælaráðuneytisins og umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytis. 60 bændur í sauðfjárrækt, nautgriparækt og útiræktun grænmetis taka þátt í verkefninu. Hvert þátttökubú setur sér árlega markmið hvernig ætlunin að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda á hverju búi og auka kolefnisbindingu í jarðvegi og gróðri og vinna því markvisst í daglegum störfum. Og eins og þið heyrðuð þá voru handhafar landbúnaðarverðlaunanna einmitt þáttakendur sem hafa náð mjög góðum árangri í þessum verkefni.
Og nú sér tilbúin þessi nýja heimasíða þar sem meðal annars að finna nýtt fræðsluefni fyrir bæði almenning og bændur, þar sem hægt að kynna sér verkefni á einum stað og fjölþætta möguleika bænda til að ná betri árangri í loftslagsmálum. Svo stendur hér skrifa loftslagsvænlandbúnaður.is inn í vafran á tölvunni og opna síðuna. Þetta nú spennandi. Já, hvað nú interneti hérna? Það interneti sem þarf víst. Svo skrifum við loftslagsvænlandbúnaður. Hún trúir ekki að ég sé að gera þetta, sko. Það alveg á hreinu, sko. Býtu. Skål. Tara. Já, ert þú komið bara? Ég átti að kynna þig, Berglind, gjör svo vel. Ég veit ekki hvort að ráðherrann opnaði þetta væntala á réttum stað, eins og var fyrir skrifað. Já, þetta svaka vel gert. En hún skrollaði ekkert niður, þannig að það ekki aðeins að skrolla. Því við höfum lagt metna okkur í að segja sögu bændana sem í verkefninu. Þannig að það fullt af efni, að því að ráðherra talaði áðan að það væri mikilvægt að segja söguna. Hérna kort, þar sem hvert þátttökubú fær að segja sínu sögu. En ég ætla að segja ykkur betur frá þessu í ræðinu minni. Hvernig setjum ég hann upp? Svona. Varstu nokkuð að búta hér? Jú. Ok, þá fyrir við. Íti bara öruna. Forseti Íslands, ráðherrar, formaður Bændasamtaka Íslands, þingmenn, búnaðarþingsfulltrúar og aðrir góðir gestir. Það mér sönn ánægja að kynna heimasíðu loftslagslandbúnaðar sem forsætisráðherra opnaði á ávarpinu sinni hér áðan. 4 ár eru liðin frá því að fyrstu sauðfjárbændurnir byrjuðu í verkefninu að gera búin sín loftslagsvænni. Frá þeim tíma hefur áhugi og þekking á loftslagsmálum aukist talsvert. Þátttakendur eru nú orðnir 60 í 3 búgreinum, sauðfjárrækt, nautgriparækt og útirækt og grænmetis. Allt áhugasami bændur sem annt að íslensk matvælaframleiðsla sé sjálfbær. Í verkefninu þá hvetjum við bændur til þess að nálgast loftslagsmálin út frá sínum forsendum, velja aðgerðir sem vekja hjá þeim áhuga og henta þeirra búskap. Möguleikarnir eru margir, hvort sem það að bæta bústjórnina, auka afurðir á hvern grip, bæta jarðræktina, rækta smára í túnum, skógrækt og landgræðsla og svona get ég haldið lengi áfram. Bændur í verkefninu þeir eru duglegir að miðla þekkingu sinni í nærsamfélaginu, en á öllum vinnustöðum sem við haldið með þeim hefur komið í ljós mikil ánægja með verkefnið og mikilvægi þess að allir bændur fái tækifæri til þess að taka þátt í loftslagsvegferðinni með okkur. Með því að innleiða loftslagsvæna búskaparhætti ekki einungis verið að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og binda kolefni í jarðvegi og gróðri, heldur einnig verið að auka framleiðni og tekjur í landbúnaði og aðlagast breyttri heimsmynd sem að fylgi loftslagsbreytingum. Á skjánum nýtt einkennismerki verkefnisins, þar sem unnið myndrænt með samspil jarðar og landbúnaðar. Landbúnaðurinn umvefur jörðina og samspilið þeirra á milli þarf að vera heiðarlegt og loftslagsvænt til þess að jörðin á einnig að umvefja landbúnaðinn. Til þess að við þrífumst á jörðinni þá þarf landbúnað og til þess að jörðin haldist heilbrigð þarf landbúnaðurinn að fara vel með auðlindir hennar. Sérfræðingar ráðgjafamiðstöðvar landbúnaðarins og Lands og skóga settu saman 12 bæklinga þar sem að teknar eru saman áhrifaríkar leiðir til loftslagsvænna búskaparhátta. Þar miðlum við bestu þekkingu og setjum hann í samhengi við loftslags, búrekstrar og vistfræðiávinning. Í bæklingnum smára í túnrækt leggjum við áherslu á ræktun smára minnki þörfina fyrir tilbúin áburð og úr honum fæst gott gróffóður sem minnkar líka þörfina á aðkeyptu fóðri sem getur dregið úr kostnaði við rekstur búsins.
Með myndrænni framsetningu sýnt hvernig Smári bindur nitur úr andrúmsloftinu sem grösin í túninu geta svo nýtt sér og þannig minnka þörfina á áburðinum. Í bæklingnum nautgriparækt áherslan á metanið sem myndast við iðrakkerum gripana. Myndræn framsetning á hringrás metans frá nautgripum ásamt góðum búskaparháttum sem leiða til minni metanlosunar í forgrunni. Í lok bæklingsins teknar saman aðgerðir sem að nautgripabændur geta byrjað strax að vinna og leiða að minni losun metans. Við fórum þá leið að vera með myndræna framsetning á verkefninu, bæklingunum og öðru kynningar og fræðsluefni á heimasíðunni. Við teljum það styrkja málefnið og ná til breiðari hóps. Fólk hefur tilhneigingu til þess að muna betri upplýsingar þegar eru settar fram sjónrænt við hlið texta. Það var Ingibjörg Guðmundsdóttir, grafískur hönnur hjá Cave Common, sem myndskrætti bæklingana og hannaði þennan fallega heim sem nýja vefsíðan Við færum henni okkar bestur þakkir fyrir einlægan áhuga á verkefninu og velunum störf. Þá þökkum við líka starfsmönnum stefnu fyrir tæknilegar útfærslur vefsíðunar. Á vefnum Íslandskort þar sem hvert og eitt þátttökubú í verkefninu merkt inn og segir sína sögu. Hvort sem þau að hefja vegferðina til loftslagsvænni búskapar eða hafa verið í verkefninu lengur. Þegar ýttir á punktana á kortinu farið inn á undirsíðu hvers bæjar. Þar eru þáttakendur og bærinn þeirra kynnti til leiks. Þáttakendur segja frá því hvaða loftslagsvænt landbúnaður hefur gert fyrir þá og kynna sína helstu loftslagsaðgerðir. Á Bustafelli í Vopnafirði búa ungu sauðfjárbændurnir Eyþór Bragi Bragason og Þórdís Þórarsdóttir. Á síðunni þeirra kemur fram að þeim umhugað loftslagsmálin og að verkefni hafi vakið þau til meiri umhugsunar og auki þekkingu þeirra á málefninu. Í sínum loftslagsaðgerðum hafa þau lagt áherslur á kynbótastarf, fjölga lömbum til nytja eftir hverja á og ná þannig fram lægra kolefnisspori á hvert kíló dilkakjöts. Þau hafa minnkað notkun tilbúins áburðar með bættum dreifibúnaði, en þau leggja líka áherslu á landgræðslu, nytjaskógrækt og skjólbelti við tún sem veita skjól á vorin og auka sprett á túnum. Stórumörkun Eyjafjöllum, þá þekkjum við vel. Bændurnir þar hafa unnið með okkur í innleiðingu loftslagsvænna búskapa frá upphafi verkefnisins. Við færum þeim okkar innilegustu hamingjóskir með landbúnaðarverðlaunin og ég hvet þau áfram til góðra verka. Það von okkar sem stöndum á loftslagsvænum landbúnaði að vefsíðan verði til þess að koma verkefninu enn frekar á framfæri. Þannig að hún veri brunnur gagnlegra upplýsinga fyrir alla bændur sem hafa áhuga að gera umbætur í sínum rekstri. Bæði til þess að gera hann loftslagsvænni og þar með auka framleiðni og tekju búsins, en einnig til þess að sýna hvað íslenskur landbúnaður að gera góða hluti og stendur framarlega þegar kemur að sjálfbærri matvælaframleiðslu. Takk kærlega fyrir þetta. Þetta spennandi verkefni og eins og við höfum svo sem sagt innan bændasamtakana þá voru okkur umhugað loftslagsmál og möguleika til að gera enn betur og takk fyrir Katrínina að taka svona vel undir það að taka tillit til athugasemda sem bárust við sjálfbærnireglugerðina. Við bíðum spennt eftir textanum þegar hann lítur dagsins ljós í raunheimum. En þá þessari dagskrá lokið og þið sitið bara kjör og það verður borið á borð matur hér sem að þið vonandi njótið og hérna svo bara tökum við létt spjall. Takk fyrir þetta.